Já, komið í sæl og ánægilegt að geta verið með okkur. Það sem ég langar til að gera hér í kvöld að ég ætla að segja ykkur frá sögu listakonu og svo ætlum við að skoða myndirnar hennar sem eru hér fram. Sagan byrjar nokkuð spennandi. Ímyndaði ykkur eftirfarandi sjónarspil. Það er barnapía sem skilur barnavagn eftir fyrir utan hús vinkonu sinnar og skreppur inn. Þegar hún kemur út aftur, nokkru seinna, barnavagninn tómur. Á sama tíma mætast tvær konur á brú sem liggur yfir ána hjá breska bænum Bideford. Önnur heldur á unga barni og hinn horfir á hana og segir höstuðum rómi: Heyrðu góða mín, þú átt ekki þetta barn. Þetta er barn vinahjóna minna. Og svo seka skilar barninu og hleypur í burtu. Og nokkuð seinna er mikið að vera hjá Wood fjölskyldunni því að þær koma þangað á svipuðum tíma, barnapían, sem þarf að tilkynna að barninu hafi verið stolið og vinkona fjölskyldunar sem hafi þekkt litla drenginn, Charles Henry Wood. Og sagan sem ég ætla að rekja hér í kvöld er af dóttur þessa manns. Elsta dóttir hans, hún hét Elsie Anna Wood, fæddist 1887 og lést árið 1978. Og frásögn þessa byggi ég á þessari bók sem Guðmundur heldur á hérna, vélrituð og gefin út í nokkrum eintökum. Og hérna, ég komst yfir þessa bók í sumar þegar ég var að skoða þessar myndir eftir þessa konu. Og það sem að mér fannst meðal annars áhugavert, svona fyrir okkur hér á Akureyri, er að afi þessara konu, hann tilheyrði Plymouth bræðrasöfnuði. Og þeir skiptu seinna í opna og lokaða söfnuði, en sjónarhæðasöfnuðin hér á Akureyri og kristilega samfélagi Núpalind í Kópavogi eiga rætur sínar í þessa Plymouth bræður. Við vorum nú ekki alveg sammála, afinn og barnabarni sem er að fjalla í dag. Hún kallar hann Grandpa Wood í ævisögunni sinni og segir til dæmis meðal hans frá þessu, og við skiljum nú samhengi betur þegar við heyrum hvernig hún fjallar sunnudagaskólann. Hún sagði afa sinn: Þú hefði nú gaman að því að koma og sjá hvað við erum að gera í sunnudagaskólanum sem ég er með núna. Og afinn svaraði að ég er nú alltaf til í að koma og tala við börnin. Nei, afi, ég var ekki að bjóða þér það. Hún ætlaði ekkert að hleypa honum í að fara eitthvað að tala við börnin. En þá hafði hann ekki tíma. Þannig eitthvað voru þau ekki sammála, afinn og barn. Þannig að bakgrunnur og móðurætt Elsie var öll í baptistasöfnuði og þessi umræddi afi, hann skipti líka yfir í baptistasöfnuð og þannig að bæði faðir og móðir hennar Elsie voru baptistar, en reyndar átti hún einn frænda sem var í Únitarakirkjunni. Og svo velti hún fyrir sér hvort að hún væri afkomandi húgenotta, því að í ættin hennar var líka nafnið Denant, sem að henni fannst mjög líkt þessu húgenotta nafni frá Frakklandi, Dunant. En í ævisögu sinni þá veltir hún sem trúartengslu mikið fyrir sér. Hvernig voru foreldrar mínir mótaðir af trú þeirra foreldra? Hvernig var ég mótuð af trúnni hjá mínum foreldrum? Og það er svolítið merkilegt að elstu bræður, bæði pabba hennar og mömmu hennar, eru predikarar í baptistasöfnum. Þannig að hún vex þarna svona svolítið upp í prestafjölskyldum, eða mætti segja það. En pabbi hennar er teiknari hjá útgáfufyrirtæki. Og uppvaxtarárunum þá býr Elsie með foreldrunum í Norður London og fjölskyldan sækir kirkju í Ferm Baptist Chapel, en sem sameinaðist 1973 því sem heitir United Reformed Church, eða sameinaða siðbótarkirkjan, sem eru kalvínistar. En eins og við þekkjum gekk nú Calvin svolítið lengra heldur en Luther í ýmsu. Og svo þegar maður horfir á börn sem eru að vaxa upp á þessum árum, hún verður svona mikil vinkona dóttur predikarans í söfnuðum.
og þegar það messa í söfnuðinum og sunnudögum þá eru þær heima hjá predikaranum að leika sér og þá loksins hægt að fara í háværa leiki á sunnudeginu því alla hina dagana þá predikarinn að skrifa og þá vera rólegt á heimilinu. Öðruvísi aftur heima hjá Elsie að þar mátti kannski vera háværi en alls ekki hrista borðið. Því pabbi tók með sér aukafinu heim og var að teikna heima. Elsie segist hafa verið ung þegar hún fór að velta litum fyrir sér. Jú, hún veitti því eftirtekt að litir gátu glatt hana og í borðstofunni heima hjá þeim þá var svona gluggi, ég veit ekki hvort að þau séð myndir að þeim, það semst glært í miðjunni og svo svona litlir gluggar í kring, gulir, rauðir, grænir, bláir. Hún lýsir þessu svolítið skemmtilega, hvernig hún var svo sem barn að pröfa að kíkja út í garði gegnum glugga, gula gluggan, bláa gluggan og svo framvegis. Og hún rifjar meðal annars upp þessa barnagælu sem henni minnistæð. Pink and green, fit for the queen, blue and pink, fit for the sink. Svona hugmyndir alþýðunar liti og hvaða litir eru við hæfi hvar. Hún segist sjálf hafa teiknað spýtukart með hatt 3 ára og það kannski ekki verið merkilegra heldur en það sem önnur börn gerðu á þessum árum en hún man mjög vel eftir því að hún var svekkt aftur og aftur af því að litirnir úr litakassanum hennar kláruðust og hún átti bara eftir brúnan og gráan og einhverju svona liti sem gáfu enga gleði og eitt skipti þá lenti hún í 3. sæti í málverkasamkeppni orðin 9 ára og nú fannst henni í fyrsta skipti hún geta nota liti fyrir alvöru því í vatnslitakassanum voru 30 mismunandi litir. Þetta er merkilegar vangaveltur frá Wood varðandi skóla og litagleðina í skólastarfinu. Hún talar ekki vel kennsluna í leikskólanum, hún var í einhverjum svona preschool og segir að það hefði þurft sterkt listamannseðli til þess að lifa af teiknikennsluna í leikskólanum. Og hún ber grunnskólanum ekki fegurri sögu og segist ekki skilja í því hvernig nokkrum manni datt í hug að setja upp blað upp á vegg af formi og láta börnin læra að teikna form eftir forminu sem einhver annar var að teikna. Og rifjar upp hvílík gleði það var fyrir hana þegar loksins var að fara að kenna eftir Ablet-kerfinu. Þar sem að hlut var stillt upp og þú áttir að teikna hluti. Og þarna sér maður strax listamannseðli hjá þessari konu, hvað hún að velta þessu fyrir sér strax sem barn. En ég veit ekki hvort ég hafi gaman svona tengingum, en þessi Thomas og Robert Ablet sem fæðist miðja 19. öldina og hann býr til þetta Ablet-kerfi og einn af hans helstu stuðningsmönnum Lord Baden-Powell sem stofnaði skátahreyfingu að það hafi ekki verið neitt sem gladdi augað í skólanum. Allt grátt, aldrei skipt veggfóður og fötin hengt upp inn í skólastofunni. Þar sem var viður þá búið að mála hann dökkbrúnan og svo framvegis og kannski öðru hvoru blómum skellt í sultukrukku af því einhver krakki tíndi blóm. Þetta henni minnistætt úr sínu skólalífi, það er þessi grái hversdagsleiki. Hún segir sem betur fer gátum við farið út. Sem betur fer var þó við værum í úthverfi London hægt að fara á einhverja staði og hún segir meðal annars frá því að þau fóru í gönguferðir í Highgate Woods og þá loksins var hægt að sjá liti og þannig veltir hún svo fyrir sér og spyr áhrifin og samhengið telur að hún hjá sjálfur sér hafi verið samhengi milli þess að uppgötva fjölbreytileika sköpunar og eigin sjálfs sem samhengist milli þess að uppgötva að til eru ljótir hlutir og fallegi hlutir og þess að læra að greina sjálf munin á milli þess sem rangt og rétt. Hún tengir þetta sama listamann. Fallegt, ljótt,
rangt og ég náttúrulega sækir sunnudagaskóla eins og vera bara í svona baptista fjölskyldu á þessum tíma en hún ber sunnudagaskólanum ekki vel sögu og segist telja að hann hafi verið vettvangur alvarlegs yfirlesturs en ekki staður þar sem hugar var að því að hafa framsetninguna með börn. Og hún man þó eftir sunnudagaskólahátíðum, man eftir sjálfri sér syngja við göngum með drottni og hún man eftir því hvernig kennslan var og svo segir hún frá þessu atviki að það stelpa í bekknum hennar sem henni líkar ekkert sérstaklega vel við sem segir við hana þegar skólinn búinn daginn hefði labbað með mér heim og minnug þess að í Biblíunni stendur að Jesús hafi sagt í fjallræðunni neyði einhver þig með sér 1 mílu þá far með honum 2. Þannig að hún gengur heim með þessari stúlku úr bekknum og kemur sjálf allt og seint heim til sín í kvöldmat. Þannig að það getur nú verið erfitt að reyna að hlýða því sem stendur í Biblíunni, skrifar hún í æviminningunum sínum. Og hún veltir þessari virðingu eða þessum tengslum virðingar og uppeldis mikið fyrir sér og spyr hvort að margt í of ströngu uppeldi á heimilinu hafi mótað hana og það hafi verið ákveðin tvískilningur í gangi og hún setur spurningamerki við margt í fjölskyldunni. Sunnudagurinn var frátekinn helgihaldinu, máltíðirnar voru ríkulegar, aðeins mátti lesa andlegar bækur. En þjónustustúlkurnar, þær þurftu að vinna, fengur reyndar frí seinni partinn til þess að fara í biblíutíma í kirkjunni. Kirkjan átti líka eigið bókasafn og hér sjáum við svona hvað hún segir um þessar bækur sem voru þar á bókasafn. Þær fjölluðu allar eitt að hjálpa náunganum að vera góður. Síðan segir hún frá einum af raunum sínum sem ung stúlka, hún upplifir það að það sé svo mikilvægt að sýna náungakærleikann. Þannig að hún tekur sig til og stendur fyrir verkefni. Stelpurnar úr söfnuðunum safna peningum, kaupa dúkkur, fá gefins fataafganga, fá mömmurnar til að bjóða öðrum mömmum með stelpum í teboð, stelpurnar sátu og saumuðu dúkkuföt, allt til þess að gefa börnum á munaðarleysingahæli. Svo fara þau í heimsókn á munaðarleysingahælið, þær eru búin að búa til þess að fallega dúkkur, búin að gefa þeim nöfn og setja þetta allt á blað. Þá þarna forsvarsmaður og söfnuðunum sem sér að afhenda þetta fyrir hönd stúlknar til munaðarleysingahælisins og hann hefur ekkert betra að segja heldur en að velta sér upp úr stafsetningavillum sem stelpan hafi skrifað á blaðið gjöfina. Og heimurinn brotnaði svolítið þennan dag fyrir Elsie að fullorðni einstaklingurinn skildi ekki geta staðið á bakvið þær heldur þurfti að vera að velta sér upp úr einhverjum stafsetningavillum í staðinn fyrir að horfa á það að þær var að gefa börnum sem áttu lítið eitthvað. En hún segir að margt hafi verið ástríkt í uppeldinu hjá foreldrunum og samt hafi þetta aldrei verið tjáð. En eins og hún segir í þessum texta, við vissum af ástríki foreldra okkar, en það var aldrei komið einu einasta orði af því. Það var náttúrulega bara kannski þessi tími líka, maður talaði ekki um það. Elsie tók niðurdýfingaskírn þegar hún var 16 ára af skyldurækni. Hún segir sjálf, ég tók á móti Jesú í hjarta mínu þegar ég var 11 ára í sunnudagaskólanum og söng Jesú, en niðurdýfingaskírnin, það var eitthvað sem var bara svona skyldurækni. En ég hélt áfram að vera í söfnuðunum og svo kom að því að hún tók þátt í fimleikastarfi sem að söfnuðurinn var með svona alls konar tómstundastarf. Þá komu þær að sýna fimleika, stelpurnar. Hverju máttu horfa á? Það máttu bjóða stelpum og konum að koma og horfa á og pabbarnir máttu koma og horfa á djáknarnir úr söfnuðurinn. En þær voru klæddar í kjóla og legging sem að náðu langt niður fyrir hné
og hún segist ekki hafa skilið hvað væri svona ósiðlegt við það að horfa á þær í fimleikum. En þetta, í þessum tíðaranda elst hún upp og frú Patrik var fyrsti breski kristniboðsfræðingur og hún var að fara að skrifa bók sem átti að gefa út í Kaíró og Elsie var fengið til að teikna í bókina. Og þegar Elsie kemur þarna, þá uppgötvar hún algjörlega nýjan heim. Eins og þið sjáu skrifa hann á svolítið að líkami fólksins var öðruvísi, það þurfti að teikna líkamann öðruvísi og hálsinn var styttri og svo framvegis og fleira var öðruvísi. Blómin, plönturnar, fuglarnir, skordýrin, garðyrkjutæknin, kindurnar með löng og síð eyru, hlutfallslega langa leggi og síð skott og öðruvísi dýr hreinlega. Og hún þurfti að læra þetta allt upp og nýtt og hún segir sjálf, sumir fara erlendis og læra nýtt tungumál, ég fór erlendis og lærði nýtt myndmál. Og hún upplifði meðal annars, þið munið kannski, ég sagði ykkur frá því, allt fyrsta árið í listaskólanum, fór í það að teikna ljós og skugga. Og þegar hún kemur þarna, þá byrjar hún að nota þá tækni og innfæddir spurja stöðugt, af hverju manneskjan svona skítug í andlitinu? Af hverju er þetta svona skítugt? Þeim fundst myndirnar þar sem hún var að leika sem ljós og skugga vera skítugar. Og þetta átti eftir seinna að reynast henni vel því að prenttæknin á þessum tíma réði svo að því myndirnar hennar seinna fór í fjölföldum og þá þurfti hún að kunna skarpar línur og þarna byrjar hún að læra það að hætta þessu ljós og skuggi sem hún lærði í listaskólanum og ná skarpari línum. Og hér sjáum við fyrstu verkefnin hennar að hún er ekki búin að vera lengi í Kaíró þegar kristniboðssamtökin ákveða að láta skrifa leikrit Jósef á arabísku. Og að því að það átti að leggja svolítið í þetta allt saman, þá var ákveðið að fá Elsie til að teikna í handritið. Og hér sjáum við forsíðu af þessu sama stykki bara á ensku, en nokkru seinna þá var hún fengin til að teikna annað og þetta eru vitringarnir 3 hjá Heródeus konungi og þetta er ein af hennar fyrstu biblíumyndasögum eftir Jósef sem að birtast og áhugavert að bera þessa mynd saman aftur svo við myndirnar sem eru hér núna og sjá þannig þróun listamannsins. En þá mikla breytingur þessum tíma í Kaíró og þarna að gerast meðal annars að viðhorf múslima til myndanotkunar að breytast og menn taka þetta ekki eins alvarlega lengur í Kaíró með það að Kóraninn banni hvers konar myndanotkun, þannig að það allt í eftirspurn eftir myndum í Kaíró. Og hvað gera þau? Þau sem eru þarna í kristniboðssamtökunum, þau breyta íbúðinni sinni í 4 daga í sýningasal. Í einu herberginu er Gamla testamentið, í einu sögur Guðspjöllunum, í einu eru dæmisögur Jesú og í 4. herberginu svona dýr og ýmislegt fleira úr Biblíunni og frá öðrum löndum og líf Páls postula og svona ýmislegt og þetta rókseldist það bara kláraðist lagerinn 1, 2 og 3 allir vildu koma og kaupa myndir og þarna var meðal annars til sölu mynd eftir Harold Copping sem hét Hope of the World og við sjáum þessa mynd upp á vegg og þetta er ein umdeildasta svona biblíumynd fyrr og síðar. Það er búið að skrifa heilu ritgerðirnar þessa mynd því að það er ekki allir á eitt sáttir við hvernig þessu raðað hér upp að Afríkubúinn skuli vera nakinn,
en á móti segja aðrir það ekkert eins heilagt eins og fá að sitja við fætur Jesú, hann á besta staðnum, en semst klæðaburður þessara barna þarna hjá Jesú á þessari mynd, von heimsins, hefur vakið mikla umræður, en þetta semst eina myndunum sem var þarna til sölu og seldist ágætlega. En fljótlega eftir þessa sölu, þá þessum tíma sem hún átti að vera í Kaíró sem svona í pröfu, lokið, hún fer heim aftur og viðtaka viðtöl. Nú á að gera þig að alvöru starfsmanni Kristniboðssambandsins, góða mín, svona sé ég þetta einhvern veginn fyrir mér. Og nú viljum við fá að vita hvort þú ert ekki sammála okkur í öllum kenniatriðum. Hún lesi þetta allt yfir og haldi að stranda ekki samstarfið á milli þessara konu og þessara Kristniboðssamtaka á því að Elsie Anna Wood vildi ekki taka því bókstaflega að hvalurinn hefði endilega verið hvalur sem gleypti Jónas og Jón heldur tala um þetta sem myndlíkingu. Það var ekki nógu gott, sögðu Kristniboðssamtökin, og þar með var 5 ára hlé á dvölinnar í Kaíró, en þá voru önnur samtök sem fengu hana til liðs við sig til Kaíró sem myndlistarkennara við kristinn skóla. Í því samhengi fékk hún að heimsækja Palestínu, Jerúsalem og Betlehem. Þetta var snemma árið 1928 og hún upplifir Guðspjöllin á alveg nýjan hátt og segir, þetta verður svo raunverulegt þegar ég á staðnum, þegar ég get séð hvar Jesús gekk, þegar ég sé húsin, fjöllin og svo framvegis. Og þessi heimsókn átti eftir að hafa mikil áhrif á hana, því að 1932 fékk hún beiðni að mála myndir af ævi Jesú og ákvað að sinna því verkefni í Palestínu. Og hér sjáum við eina af myndunum hennar, fótaþvotturinn, og verkefni þetta var stórt umfangs. Hún var beðin að búa til 50 mismunandi myndir sem átti að sýna ævi og starf Jesú. Það var ætlunin að prenta þessar myndir í 3 stærðum. Þessar stóru eins og við sjáum hérna frammi, lítil póstkort og síðan einhver stærð þar á milli. Hún átti að taka við af Harold Copping sem var höfundur myndarinnar sem ég sýndi ykkur áðan, von heimsins, en hann lést mitt ár 1932. Einn þekktasti biblíumyndamálari þess tíma, og Elsie Anna Wood það voru 2 seríur komnar inn á minjarnar. Og þá fer ég að skoða þessa seríu og detta vona á og það er stór munur á seríunni sem var notuð upp í barnaskóla, sem eftir 12 mismunandi höfunda og meiri ættu ljósgeislamyndirnar sem var líka dreift þar sem var verið að setja saman í samhengi við þennan heimsluta, fatnaðurinn, þessi breiðu lendar og höfuðbúnaðurinn mjög raunverulegri heldur en að oft á þessum biblíumyndum. Það alveg ljóst að hún hefur verið þarna upp á fjallinu við að ná þessari mynd, og hún þykir ná þessum mastrið og seglið og formið og bátnum af réttri tegund sem hefur vakið þetta mesta athygli úr röðinni hennar, því að það var svo sjaldgæft að Jesús væri málaður eða sýndur á þessum aldri. Og þetta á að vera í Egyptalandi, og hér takið þið aftur eftir, sjáu þið að seglin á bátunum önnur, því að þarna var semst einhver munur á bátum í Egyptalandi annars vegar og hins vegar í Palestínu. Og